sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég sagði við ykkur áðan þá ætlum við að fara að skreppa hans yfir í fótboltan og já, við erum komið á línuna Hlyn Magnússon sem að er mikill áhugamaður fótbolta og einni í áhugamana deild fótbolta eða í deild þeirra bestu, ekki satt Hlynur? Jú, við viljum alltaf meina sem bestir. Já, herðu, ég verð nú að byrja að spyrja þig, þú ert í liði sem heitir Adriano. Já, knattspyrnufélagið Adriano. Já. Hvað merkir það? Það er bara nefnt eftir einum eina sanna. Brasilíska snillingnum? Já. Já. Við áttum vonað að kenna aftur upp en það gerist aldrei. Nei. Já. En þetta lið sem þið eru með, þetta eru Kópavogsbúar eða ekki? Jú, grunninn svona. Það er búið að dreifa snæði. Og eru þið þá blikar eða hákáingar? Blikar. Eru allir blikar? Það er, hvað, einn hákáingar þá? Já. Þannig að hann hlýtur að laður í einhelti á æfingum hjá okkur? Já, það er sparkmaður sín. Nei. En hérna, Adriano, þetta er fótboltalið hérna úr Kópavogi og skýrt eftir brasilíska snilling og hvernig kom það til að þið ákveðið að skýra þetta eftir þessum brasilíska snilling? Við vorum hérna, við ákvæmum einhvern tímann að skrá okkur í hérna Karlsberg-deildina 7 mánuði. Þú veist þá að græja nafn bara samstundis. Já. Þetta er eitthvað sem kom til bara. Þannig að, og þetta hefur verið þá bara hópur í flippi, já, skýrum okkur Adriano. Já, bara, það var okkur góðu djæm með hérna og við varum bara litur upp til hans. Hvernig hefur hana svona utadildi verið hjá okkur? Hún hefur bara gengið ágætlega, sko. Smá ströfl svona í byrjun sem og svona, en góður henni núna. Já. Og þetta er samblandað það ekki miklu reynsluboltum og heitjum? Ekki miklu reynsluboltar nema kannski í öðrum Já. Þannig engið úr efri-deildunum, sko. Já. En núna þegar maður fer í gegnum leikmannhópin ykkar þá sér maður að þið eru með einn Sunnlending allan í þessu liði. Bjarni Guðni Halldórsson er einn þarna frá Túni. Frá Túni, ættar á Túni. Já. Og eru þið með fleiri? Já, Tómas Ingi Finnsson. Já. Já, Selfyssingur, hann er þarna hjá ykkur? Já, 2 eigamenn líka. Já. Grjótara sjóara. Hvað segirðu? 2 grjótara sjóara og eigin. Já. Titta sig og frika. Já, þannig að þetta er svona smá sunnlensk hjálp þarna. Já, svona. En hérna, svo ég spyrir þig, svona með hvernig þessi utandeild er það ekki svona hálfgjör áhugamannadeild? Jú, algjör sko, held ég. Ég og fleiri erum ekki eitthvað frábæra standi sko, held ég. Nei, já. Og ykkur, þið eru allan hérna inn í úrslitakeppninni? Já, við erum svona aðeins konum vegkaldi. Kíla upp fyrir okkar síðustu leiknum. Þetta virkar eða ekki þannig að það eru efstu 4 liðin eða ekki sem fara svo í umspil? Jú, við erum í 4. sæti núna, ég heldur að ég leika á okkur landsliði, sko. Já, Leikinni, sko. Þannig að þetta er mikil barátta þarna. Já, við ákveðum aðeins að gefa það forgjöf og erum að vinna þetta. En nú verð ég að spyrja þig, víst að þú ert að liðið þitt sé blikar, að þessu allir blikar, hvernig líst ykkur á Pepsi-deild karla? Nú eru blikarnir bara í toppbaráttunni? Já, ég líst mér bara greiðarlega vel það. Það er kunnið þetta. Arnar er að gera frábært hluti og góða varnarleikur og John Glenn fengum gjöf frá eigum og það mallar. Já, eru sjómenninni sem þú ert með þarna í Adriano-liðinu, eru þeir líka svona öflugir? Já, þeir eru bara jafn, sko. Já. Þeir kalla ekki alltaf ömmu sína, sko. Nei. En þetta blikalið, þetta meistaraflokkur blikana, þetta er mest allt uppaldir blikar eða þeir eru með flesta leikmenn sem eru uppaldir og eru þarna í toppbaráttunni? Já, það er þannig. Hér komið heim hérna nokkrir sem vorum að fara ungir út, Oliver og Gunnlaugur og hver. Þannig að það er svona, svo Kitty og Arnón alltaf komið tilbaka og Elvar og það er svona, það er alltaf mjög fullt að leikmann og kópaðunum sem að geta mjög hópulta, sko. En svona úr þínum aldurshópi, er ykkur sem náðu langt þarna úr blikum sem að, héldu áfram í boltanum? Já, við erum með gríðarlega sterkan árgang 89 og 90, sko. Já. Það eru Jóaberg og Alfreð og hérna Gummi Kristjáns og Gylfi var með okkur 2 ár og fleiri, sko. Elvar og Kitty Jóns og fleiri. Þannig að þetta eru bara hetjur þarna? Það fór einhverju 6 í atvinnum, sko. Og voruð þið þá Íslandsmeistarar þarna alltaf eða? Já, alltaf eitthvað í 3. flokki og
ég var hættur í öðrum flokki. Það var svona frí eitthvað, rugli. Já, það fylgir því í úlingsárunum. Já, ég held að maður hefði eitthvað betra að gera. En hvernig þessi blikar sem eitthvað af þessum leikmönnum sem þú bjóst ekkert við að myndu ná langt kannski þegar þú varst að spila með þeim í 3. flokki? Nei, það held ég ekki. Þeir var alltaf mjög góður, margir sko. Já. Það var svona, náðu mig svo langt svo sem kannski eftir ykkur menn. Þeir metnaði bara allir. Og hver var að þjálfa ykkur á þessum tíma? Það var 3. flokki var nú Brynjar Þorvarsson, meistari Mikil. Já. Svo var það Úlfar Hinriksson og fleiri sko, Villi og okkur. Palli Kretóvits. Já. En hvernig annars, Adriano, þeir voru að spila í kvöld. Hvernig fór hjá ykkur? Það var 1-1 jafntefli. Já. Þú vorum vítið upp út tíma. Jú. Gríðarlega svekkjandi. Þú hefur ekki farið á punktinn? Nei, ég veit bara vítið, þannig að maður stöðs ekki saman. En hérna, Adriano, þeir eru þá núna í mikilli baráttu umspilið, það smá séns? Já, fýtt séns, við erum bara að vinna leikina. Við erum í góðu formi og gengur vel og verðist vel og þetta að vinna mikið undanfarið, þannig að það fýtt séns. Ykkur lið þarna sem eru svona, finnst þér öflugur en önnur lið? Svona... Já, ég held að Revirnir séu sterkast, sko, mér sýnist það svona, ég hef ekki séð á að spila neitt. Hverjir? Revirnir. Já. Þeir eru gamlir og reyndir. Gömlu kallarnir? Já. Þeir verið að vera rúlis upp alltaf. Við erum næst að spila við á. En það nú eitt lið þarna líka á Tottenham ungmennafélagi Drekin. Já. Þeir hafa bara tapað einum leik. Já, þeir unnið til fyrra. Og Revirbröðlega fyrra sko. En já. Þarna koma núna Revir að svona stríða þeim. Já. Þeir voru ekki með í fyrra Revirnir. Nei. Hvernig annars hjá ykkur? Eru þið að æfa eitthvað eða er þetta bara svona að þið mætuðu að spila leiki? Við hefum lítið verið að æfa í ár, bara að vera að spila leiki. Hann er búið að vera að spila nokkuð þétt í sumar sko, þannig að það hefur nægt svona oftast. Það hefur bara sjálfur eitthvað. Já, Reimur kom inn á það í síðasta þætti að í þessari deilda þá værið þið að spila með 2 dómara, ekki satt? Jú, stundum það nú held ég ofta búið að vera frís hjá okkur í sumar sko. Já. Einn daginn þetta. Já. Og hvernig kemur það út? Það hefur bara komið vel út sko. Já. Þetta er bara vel dæmkjöndi sko. Okay. En svona í lokin áður en ég sleppi þú hlýtur að halda með ykkur lið í enska boltanum? Jú, ég held með Manchester United. Og hvernig svona líst þér á þína menn? Ágætlega bara held ég sko. Það var leikurinn þéttur og svo þetta vandur sóknarleikurinn aðeins betur í gang. Já, náttúrulega. Ekki ég held að kaupa eitthvað sendir eða eitthvað. Hlynur Magnússon, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Næsti leikur ykkar til þess að fjölmenna á það? Já, hann er næstu viku. Ég er ekki alveg viss hvernig. Nei. Jú, það er mándaginn, jú. Já, nákvæmlega, mánudaginn. Já, allir á völlin. Já, bestu þakkir og gangi ykkur vel. Takk fyrir mig. Já, við hefum eitt vitaræði, það er Hákon Daði Styrmisson afsakið sem verður á línunni hér eftir smástund en hann kom með að heimsmeistaramótinu Rússlandi með brons einn af sullunsku strákunum okkar hetjónum okkar, hann verður hér á línunni eftir smástund, farið ekki langt. Í ár er því fagnað af 100